Nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Kæra fjölskylda og vinir, ég samhryggist ykkur öllum innilega. Við erum stödd hér til að kveðja Elísu Dagmar Benediktsdóttur sem nú horfin frá okkur. Það var góður maður sem sagði að það væri ekkert líf án dauða og engin dauði án lífs. Og það eru orð á sönnu, tíminn sem við höfum í jarðlífinu takmarkaður og nú tíminn hennar Elísu kominn. Kristin trú felur í sér það sem og það sem mun verða. Við trúum því að það sé framhald eftir dauðan, upprisa, eilíft líf. Við eigum von heilbrigði og nýtt líf á betri stað. Tölum oft sumarlandið og hugsum eftirlífið sem fallegan og góðan stað að vera á. Við eigum þess að vonum að fá að sjá og hitta fólkið okkar aftur og þessa vissum að þegar við förum að þá hittum við þau sem að bíða og það ég vissum að án Elísa búin að hitta hann Jón kominn í góðar hendur með fólkinu sinu, hlustar á tónlist og syngur með. Og það þannig í okkar trú að þegar við skýrum börnina þá ösum við 3 sinnum á þau vatni. Og hérna á eftir þegar að ég kasta rekonum á kistuna þá ger ég það 3 sinnum. Og svo fer kistan í djúp jarðarinnar. Trúin á það sem verður eins og frækorn sem liggur í jarðveginum og bíður sólar og vors. Bíður þess að fá að spretta og verða að nýju. Afl kærleikans okkur manneskjunum svo dýrmætt, svo dýrt. Fær okkur til að leita saman, gefa hvort af öðru. Sjá hvert annað, muna hvert annað, eiga þessar góðu, dýrmætu minningar sem að skipta ykkur svo miklu máli, sem að sitja hér í dag. Og það einmitt svo mikilvægt að varðveita góðu minningarnar Elísu. Muna allt það góða sem hún gaf og skildi eftirhanda fólkinu sínu og muna að við erum aldrei ein. Guð fylgir okkur eftir í öllu sem að bera höndum. En við skulum núna syngja saman, taka undir í fyrsta sálminum í sálmaskránni, Herra minn Guð til þín.
Í Davíðs sálmunum standa þessi fallegu orð. Drottinn, þú hefur verið okkur athvarf frá kyni til kyns, áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til. Frá eilíf til eilífðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir hverfið aftur þér mannanna börn. Því að 1000 ár er í þínum augum sem dagurinn í gær, þegar hann er liðinn, já, eins og næturvaka. Og þannig hljómar heilagt orð. Páll postuli var einhvern tímann spurður að því hvað gerist við dauðann og hann svaraði með eftirfarandi hætti. Til eru himneskir líkamir og jarðneskir líkamir, en vegsemd hinna himnesku er eitt og hinna jarðnesku annað. Eitt er ljómi sólarinnar, annað ljómi tunglsins og enn annað ljómi stjarnanna, því að stjarna ber af stjörnu í ljóma. Þannig er og upprissu dauðra, sáð er forgengilegu en upprís óforgengilegt. Sáð er í vansæmd en upprís í vegsemd. Sáð er í veikleika
en upprís í styrkleika. Sáð jarðneskum líkama, en upprís andlegu líkami, og eins og við höfum borið mynd hins jarðneska, munum við einnig bera mynd hins himneska. Og þannig hljómar heilagt orð. að biðja ykkur að rísa á fætur. Og hlýða á heilagt guðspjall sem hljómar svo í Drottins nafni. Jesús svaraði:
Hvern sem drekkur af þessu vatni mun aftur þyrsta, en hvern sem drekkur af vatninu sem ég gef honum mun aldrei þyrsta að eilífu. Því vatni sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Þá segir konan við hann: Drottinn, gef mér þetta vatn svo að mig þyrsti ekki og ég þurfi ekki að fara hingað að ausa. Og þannig hljómar heilagt guðspjall. Mér bárust nokkra kveðjur sem ég var beðinn að flytja ykkur. Það er kveðja frá Flosa, Dísu og fjölskyldu og Höfða 1 með innilegri þökk fyrir allt. Og Denni, hann þakkar systur sinni innilega fyrir að trúa þeim fyrir Rúnarinn okkur sumur og bestu samúðarkveðjur frá honum. Það er innilega samúðarkveðjur til ykkar með þökk fyrir allt og allt frá Stefáni, Sigríður Rósu, Jóhannesi og fjölskyldum þeirra, Sigurðarbörnum. Ástar og umhyggju kveðjur frá Pétri Inga, sem gátu því miður ekki verið, eða hann og hans fjölskylda með okkur í dag. Og innilega samúðarkveðjur frá Grenivík. Og það er frá Elísu Ingólfsdóttur, Heimi, Ingólfi og fjölskyldum þeirra. Og fjölskyldan þakkar ykkur öllum fyrir auðsýnda samúð og hlýhug og býður ykkur í
kaffi og með því hér í Kirkjulundi á eftir, safnaðarheimilun okkar. Friður sé með okkur öllum. Elísa Dagmar Benediktsdóttir fæddist á Sauðárkróki 11. febrúar 1934 og lést hér á Hrafnistu, Hlévangi í Keflavík 4. desember 2025. Foreldrar hennar voru Þórdís Sigríður Jensdóttir og Benedikt Pétursson, bóndi á Stóra Vatnsgarði. Bræður Elísu eru Marínó Ástvaldur Sigurðsson, en hann er látinn, Benedikt Benediktsson og Grétar Benediktsson, en hann er látinn einnig. Elísa giftist Jóni Ingva Kristinsinni vélstjóra og hann er látinn einnig. Sonur Elísu og Karls Hólms Helgasonar er Hilmar Þór Karlsson, maki hans er Tjaris Karlsson. Börn Elísu og Jóns Ingva eru Yngvi Steinar, en hann lést árið 1975 og var móður sinni mikill harmadauði. Kristinn Rúnar, hans maki er Lára Hammer Gylfadóttir. Þórdís Guðfinna, maki hennar er Gunnar Rúnar Pétursson og Gunnar Bragi, en sambýliskona hans er Sigrún Kjartansdóttir. Barnabörnin urðu 12, barnabörnin 28 og barnabörn 6. Þannig að ríkidæmi, þeir raunverulega ríkidæmi var ekkert smáræði. Og við biðjum Guð, algóðan Guð, að blessa minningu þeirra sem að farin eru. Elísa ólst upp með móður sinni sem starfaði sem vinnukona víða í Skagafirði og Elísa fylgdi henni eftir á þá staði sem hún fór á, sem hún réði sig á, og þegar Elísa komst á skólaaldur þá bjuggu þær á Sauðárkróki. Hún dvaldi líka oft hjá bróður sínum Marínó og Guðlaugu konu hans á Álfgeirsvöllum í Lýtingsstaðahreppi, þangað þótti henni gott að koma og vera. Elísa talaði að hún hefði notið æsku sinnar sem hefði verið virkilega góð. Hún var hress, skemmtileg, uppátækjasöm stelpa og án vafa hefur þessi víðfemi flotti leikvöllur Skagafjarðarins verið sannkallað ævintýraland fyrir þessa stelpu. Og sjálfsögðu, bara Sauðárkrókur og sveitin og allir þessi staðir og það eru sögur af henni, þegar hún var 5-6 ára kannski, ég var á Silfrastöðum þar sem hún var í pössun og þá varð hún vitni að því, að sjálfsögðu fyrir slysni fyrir að verða að drepa naut og það var náttúrulega skorið á háls eins og tíðkaðist á þessum tíma. Og Elísa tók köttinn á bænum, fór með hann á kirkjutröppurnar og ætlaði að skera hann á háls, en sem betur fer að þá nota hún deiga tunnugjörð, þannig að þetta gekk ekki upp. En svona er þetta með börnin, þau læra nefnilega það sem að fyrir þeim er haft. Og já, en hún hafði húmor fyrir þessu, þetta fannst henni skemmtileg saga, en það var hún með kolsvartan húmor alla tíð. Eftir skólagöngun á Sauðárkróki fór hún sem kaupakona í Aðaldal, þaðan fór hún í húsmæðraskólann á Laugalandi í Eyjafirði, veturinn 52 til 53 og svo réð hún sig ásamt syni sínum Hilmari Þór, sem þá var 2 ára, að Höfða í Grýtubakkahreppi hjá Sigrúnu Jóhannesdóttur húsfreyju. En þá var hún nýorðin ekkja með stórt heimili. Systkinin á bænum voru 15 og þar af voru 11 strákar. Og af þessum 11 strákum var einn sem bar af, svo hún tók vel eftir allavega. Þau felldu fljótlega hugi saman og
urðu par, enda gilti af það sama frá Jóni, honum fannst Elísa bera af öðrum konum. Og það er svo magnað, svona var þetta bara á þessum tíma, en eftir þau fóru að vera saman, að þá fór Jón á síld og náttúrulega var bara í burtu í lengri tíma. Og Elísa var á Akureyri einn vetur, þar sem hún var að vinna í kjötbúð Kea á Akureyri. En svo kom hann aftur og þau fluttu saman hingað til Keflavíkur árið 1956. Giftu sig 1957 á gamlársdegi heima hjá séra Birni sem þá var prestur í Keflavík. Þau bjuggu sér fyrst heimili upp á Hringbraut 60 og bjuggu svo í Keflavík allan sinn búskap, fluttu af Hringbrautinni í Smáratúnið, Smáratún 1 þar sem þau bjuggu svo, og Elísa var mjög virk og dugleg kona, alla tíð. Hún var auðvitað húsmæðraskóla gengin, eins og ég minntist á áðan, og það var bara gert af fullri alvöru, þannig að allt sem hún gerði heima, það lék í höndunum á henni. Það var mikið bakað, eldað og saumað. Hún var svo fær saumakona, hún saumaði föt á krakkana, og svo keypti hún svona, þau veitir, merki með það. Í dag er þetta að fara á netið og kaupa bara Boss-miða og Ralph Lauren og hvað eina. Hún gerði eitthvað svona, nema ekki á netinu náttúrulega, en saumaði svona fatamerki inn í fötin, þannig að það sæjist ekki að þau verið heimasaumað. Og það var alltaf mjög gestkvæmt á heimilinu. Það voru allar veislur haldnar heima á því þá daga, allar fermingaveislur og slíkt. Það var bara allt græjað og haldið heima, og krakkarnir sögðu mér þegar voru svona stór veislur, þá var bara hjónarúmið tekið og því var skutlað eitthvað út, og þar voru svo veitingarnar inni heima rétt. Þannig að þetta var ekkert svona vesen eins og í dag að þurfa alltaf einhverja risastóra sali og slíkt. Nú, Elísa tók alltaf vel á móti öllum, og ekkert síður eftir hún var orðin lasin, og bara hér á Hlévangi, það var alltaf vel á móti tekið, og hún vildi helst bjóða öllum upp á eitthvað sem kom í heimsókn, lagði mikið upp úr því. Það var, vinir krakkana voru auðvitað alltaf allir velkomnir. Það var mikið af börnum í Smáratúninu á þessum tíma, þannig að það var alltaf heilmikil umferð hjá henni, og eflaust alltaf eitthvað að fá til að bíta í. Ég efast ekki það einhvern veginn. Svo rak hún veitingasölu upp á Hólmsvelli í Leirunni árabil, þar sem hún seldi pulsur og þetta venjulega, bara Prins Pólo og kók og svona, en bara allt sem er hægt að selja í sjoppu við golfvöll. Og þegar voru stórmót í gangi, eða golfmót, þá svona sló hún stundum dálítið í og var með pönnukökur, rjómapönnukökur og vöfflur og svona, og það var alltaf mjög vel tekið í það. Hún eignaðist marga góða vini, bæði í hópi þeirra sem voru að stíga sín fyrstu skref í golfíþróttinni, og líka sjálfsögðu í hópi þeirra sem voru lengra komin. Og já, eins og þið vitið, og ég kem nú þess að á eftir, að þá elskaði hún að púta. Var Íslandsmeistari öldunga í púti, þannig að eitthvað hefur nú gerst þarna í sjoppunni á golfvellinum. En Elísa var söngelsk, raulaði oft við heimilistörfin, svo söng hún með kór í kirkjunu árabil, og ferðaðist með kórnum Keflavíkurkirkju til Ísrael jól, þar sem þau sungu við jólamessu, sem hefur náttúrulega verið alveg stórkostleg
upplifun örugglega. Og svo söng hún seinna með Eldeyjarkórnum sem staðsettur hér líka og kór eldri borgara í Keflavík. Hún hlustaði mikið á tónlist, elskaði kallakóratónlist. Álftagerðisbræður voru í uppáhaldi, það var svona tónlistin hennar. Hún var félagi í Verkakvennafélaginu hérna, Keflavík, sat tíma í stjórn félagsins, vann enda ýmis störf dagana, fiskvinnslu, vann við fiskvinnslu, ræstingar, sauma og prjónaskap, verslunarstörf og svo kenndi hún á saumavélar og sennilega ekki hægt að fá betri manneski í það. Hún var sem sagt sérfræðingur í Toyota saumavélum og hún hafði farið á námskeið sem sagt hjá Konna í Stapafelli að læra á þessar græjur og hann fékk hana svo í kjölfarið til þess að kenna á saumavélar. Og þetta var þannig þá að öllum nýjum Toyota saumavélum fylgdi námskeið. Þannig að hún var að kannski taka til sín 5, 6, 8 manneskjur í einu og var með svona hóp sem hún var að kenna á græjurnar sem að Konni hafði selt þeim. Já, hún sem sagt var mikil handavinnukona og eins og ég sagði nú hérna rétt á hún elskaði að vera hérna út á Pútvelli og taka þátt í pútinu þar. Dansaði mikið, fór mikið á Nesvelli eftir hún var eldri borgari og hérna þar mikið starf sem hún tók þátt í og hún flutti þangað til þess að bara vera nær, eða flutti til að vera nær starfinu þarna. Ákvað að leigja íbúð á Nesvöllum. Þau hjónin voru dugleg að ferðast, fóru alltaf norður í Höfða á sumrin og þegar ættamót voru haldin að þá vantaði þau aldrei. Ferðuðust líka mikið á suðrænar slóðir, í sólina, fóru einhvern tímann til Þýskalands og keyrðu þvert og endilangt landið. Og eftir að Elísa fór hérna á Hlevang, þá ferðaðist hún sem aldrei fyrr nema hún gerði það bara í huganum. Og hún var með þá gáfu, kannski náðargáfu, hún átti mjög auðvelt með að sjá fyrir sér hluti. Þannig að það reyndist henni létt verk að fara í svona hugarferðalög. Hún fylgdist alla tíð mjög vel með fólkinu sínu og afkomendum. Sýndi þeim alltaf áhuga og gaf þeim hvatningu. Enda voru þau það sem að mestu máli skiptana. Hún var hlý og elskuleg manneskja í alla staði, hafði góðan húmor. En eins og ég sagði líka í upphafi, það tók eðlilega, verulega á þegar Yngvi sonurinn lést. En hún var dugleg að heimsækja krakkana og barnabörnin og elskaði að fá þau í heimsókn. Og sagði skemmtilega sögur af fólkinu sínu, sérstaklega náttúrulega fólkinu fyrir norðan. Svo hérna, já, alveg rétt. Hún klippti alltaf strákana og gerði það bara og alveg fram eftir gerði það bara með miklum sóma. Svo var henni til að klippa Gunna og hérna, og einhvern veginn, og þá misti hún skærin á toppinn á hún, tók bara toppinn af, en hún reyndi að fela það, reyndi einhvern veginn að koma hárinu aftur fyrir, en það gekk ekki vel, þannig að þetta var í síðasta skipti sem að hann fór í klippingu til mömmu sinnar. Svo keyptu þau árið 1985, að þá keyptu þau jörðina Hvalsá á Ströndum ásamt bróður Jóns og það var stórkostlegt ævintýri. Þar var gert út á grásleppu á vorin og þau voru þar í flestum fríum ásamt börnum og barnabörnum og það var alltaf eitthvað verið að brasa þar. Jörðin var þeirra athvarf en það var þar sem að hjartað sló.
og jörðin hafi verið í eyði þegar þau keyptu hana. Húsið, íbúðarhúsið var eiginlega ónýtt. En það var gert þannig upp að það virkaði, það varð nothæft, en það var allt frekar frumstætt, en það skipti engu máli, það virkaði allt. Og hann Elmar að fara að syngja fyrir okkur núna bara eftir andartak, lagið Ætti ég hörpu, og það eru línur þar í textanum sem að mér finnst vera svo fallegar, hljóma svona. Viltu, þegar vori blíða, vefur rósir kvöldöginni koma til mín kvæði hlýða, kveðja mig í hinsta sinni. Lífið allt má léttar falla, ljósið vaki hugsun minni, ef ég má þig aðeins kalla, yndið mitt í fjarlægðinni. Elísa var á Hlévangi í rúm 2 ár, 2,5 ár, henni leið vel þar og hún kvaddi þennan heim friðsöm og ljúf þann 4. desember síðastliðinn. Og við kveðjum Elísu í dag með vinsemd og virðingu. Takk fyrir allt og allt, blessuð sé minning hennar. Og Guð vonarinnar gefi ykkur öllum styrk í sorginni og frið í trúnni í krafti heilags anda. Amen. Ég hörpu hljóma þína, hreina mjúka gígu strengi, til þín munu laumin líða, leita þín einn ég gengi, til þín munu laumin líða, leita þín einn ég gengi. Viltu þegar vorið blíða, vefur rósir kvöldöginni, koma til mín kvæði hlýða, kveðja mig í hinsta sinni, koma til mín kvæði hlýða, kveðja mig í hinsta sinni. Lífið allt má léttar falla, ljósið vaki hugsun minni, ég má þig aðeins kalla, yndi mitt í fjarlægð þinni, ég má þig aðeins kalla, yndi mitt í fjarlægð þinni. Innsta þrá í óska höllum, á svo margt í skauti sínu,
Við skulum lúta höfði og biðja saman. Algóður Guð, þú sem ert okkur skjól á sorgartímum og innblástur í gleðinni, vertu með okkur og gefðu okkur frið. Styrkt okkur í trúnni á þig. Við biðjum bjarta framtíð og von. Við þökkum þér fyrir Elísu og allt það sem þú gafst okkur í gegnum líf hennar. Algóður Guð, við leggjum hana í þínar hendur, þú sem hefur skapað okkur öll í þinni mynd og gefið okkur Jesú Krist sem frelsara, reist okkur upp til eilífs með þér. Í Jesú heilaga nafni, amen. Allar bænir okkar og allt sem hvílir á hjörtum okkar, felum við í bæninu sem Drottinn gaf okkur og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Við ykkur að rísa á fætur. Lofaðu sé Guð og Faðir Drottins okkar Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunnsemi sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprisun og lífið, hver sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu muntu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upprísa.
Veit Elísu drottin þína eilífu hvíld og láttu þetta eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði. Amen. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen.